Góðkvöldið. Gaman að sjá yngan yfir þig. Það er góð skemmtilegt. Ég var að velta fyrir mér á leiðinni yngan. Með annar í jólum, annar í páskum. En annar í 1. maí. Það væri rétt, þú veist. Annar maí annar í 1. maí. Það væri sanngjarnt, sko. Þá getur maður farið og tekið barnabæturnar og keypt sér vodkaflösku við peninginn og rótið í það og eitthvað og verið bara þunnur. Það er ekki bara, það er ekki að vera vinnuna. Annar í maí. Það er kannski ágætt sparandumál þarna. En já, hvort er fólk okkar ekki kynnu. En ég já, sem segja hans frá sjónverku. Já, ég fæddur 27. september 1975, klukkan 6. Og já, þetta er ágætt fyrir þá sem eru fæddir, sko, eftir aldamót, hans og væri hvernig. Þegar ég fæddist, þarna á Landspítalanum, þá var settur í búning, bláan, sem var með vertur einn þvott á spítalanum. En ég veit ekki hvort að þvott á spítalanum átti mig og búninginn, eða bara hennar búning. Og sko, síðan var ég settur í plastvöggu á kjólum og settur í hana og það settur inn í herbergi og það var gler, stærðarnar rúða, sko, en hún var fyrir ættingjana til að fá að sjá, sko, gegnum rúðuna. En þeir þurftu samt að segja númer sem var á armbandinu svona til að fá að sjá rétta barni svo hann tekið druglað, sko. Þetta er krafturinn, kíkja En mamma, hún var í aftur herbyggi, heldur ég. Hún var hennar herbyggi. Það var ekki rúða en þetta á því, sko. En ég meina, hverju langar að sjá hana, skilur? Ákveð sér ekki bara ótsið mömmu. Ég fekk að sjá mömmu og fara í herbyggja hennar en hún var alltaf rifin og tætt eftir mig og það var jafn að sé ég fekk að allt í það, ég held hún hafi ekki verið erfitt að vinna mig samt, sko þegar ég fór með hana alltaf en það var samt ekkert verið að kenna þetta, sko. Það var pappa að kenna. Það kom það inn. En samt, sko, já, það var hluti máli með þetta, sko. Mamma var nefnilega með líkju. Það voru gegnum þessa líkju. Þannig að líkja svona getnaður til að, þú veist, forðast svona vandræðakemsa eins og mig. Já, og svo líka það er einhver hlutinni og það voru pappanir, sko, þeir voru líka geymdir annars staðar en þeir byggingunni. Þeir voru, sko, þeir voru með hlutverk og bara vera til taks tilbúinir, sko, ef mömmunni vantar eitthvað. Það var bara það, sko, ef mömmunni vantar, gleymdi að taka með sér tannbursta, nærbuxur eða það var hálfur sjopp og köpa sígarettur eða eitthvað svona. Það var ekki bara reddi, sko. En mamma fylgdi ekki pappa, sko, með þetta og þannig að hann var ekki til taks, sko. En ég skilnaði bara áður í barni. Já, hún hringdi einhvern annan þetta pappa til að sækja okkur ég og mamma vorum að það fæði ekkert í 5 daga og svo fylgir, sko, krökkunum
einhver svona spjald sem að hvernig maður fæddist og hæð og þyngd og kyn og alls konar svona. Bara svona til öryggis, maður sem þetta reyna. Já. Þetta hérna, já, en það var eitt í viðbót sem kannski bara ágætt. Ég fekk að skila þessum búningarna, ég var fegin, það var ég ekki einn þvott á spítalinn. Þetta var bara í einhverjum notuðum sokkaböksum og einhverjum sýnglófinu. Já, þetta frábært, útrúlega gaman að vera það og hérna held ég að gera eitt fyrir mig. Klappa fyrir mömmu, hún einhvers staðar með saman.